Heiðar, þú mætir til leiks frá Dalvík og ert efstur eftir fyrsta daginn. Hvernig tilfinning var þetta eða upplifun var að fara að spila stigamótið með rauðinni aftur? Já, það var bara fínt sko. Mér leið svona þokkalega á öllum hringnum og var með einhverjar áhyggjur af því hvernig maður myndi spila. Svona, maður hefur nánast ekkert spilað núna í vor og sveiflan var ekkert og ekkert alveg spes sko. En kom mér óvart samt hvað ég náði að skora. Þetta var bara fínt. Þú segist ekki vera búin að spila mikið en æfingarnar heima í Dalvík þær hljóta að hafa skilað árangri. Já, maður púktar og chippar aðeins með krökkunum á veturnar. Svona í lokaæfingarna þá setjum maður alltaf upp einhverju keppni með þeim og keppi bara við þau. Það svona aðeins aldrei manni kannski á tánum. Að koma svona löngun í að fara í keppniskólu aftur? Já, ég ætla að taka á dagskráni eru 5 stigamót af 7. Þannig að ég fann allavega einhverju löngun í vetur. Ég ætla að vera að byrja að æfa á fullu áramót en tjóna aðeins á mér úlliðin. Þannig að ég gat ekkert sveifla kilvu fyrir í bara byrjun apríl. Og náða að spila aðeins í æfingarferðinni þegar við fórum þangað með krökkunum bara. Og síðan ætla ég nú að vera búinn að æfa meira en þetta dugar í bíli allavega. Hvernig tæklar reynsluboltinn þessar aðstæður hérna? Það er nú ekki beint svona vorveður úti, það er rok og það er von á rigningu. Já, það er ekkert spes spá. Við skulum bara vona að þetta gangi allt yfir í nótt eða eitthvað, bara rigni bara alveg svakalega. En ég veit ekki, ég held að vindurinn hafi nú bara hjálpað mér ef eitthvað var. Maður gæti bara slegið upp í vindinn og vindurinn tók boltann og flutti hann fyrir mann inn á grín og eitthvað svona sko. Þannig að maður þurfti ekki að vera að leita einhverjum ægilega góðum sveiflum. Það bara setja hann upp í loftið og vindurinn sá þetta. Nú þegar keppnisáhuginn er komin aftur þá ætlar bara að koma í þetta krafti og vinna allt sem er í boði? Það var nú ekki alveg svo háleit markmið sko. En fyrst að maður nú að leiða þetta núna þá hlýtur maður að vilja klára þetta. Það getur ekkert annað verið. En Dalvík, þið eru bara fréttaefni hverja einustu helgi. Það eru krakkarnir þínir að vinna mótin og svo kemur kennarinn og að stimpla sinni hérna. Hvað eru þið að gera þarna fyrir norðan? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað við erum að gera öðru sem aðrir. Það eru bara æfingar og krakkarnir stunda þetta vel og það skila sér hérna. Og svo hefur maður bara sjálfur frá að spýta þessi í æfingarnar. Maður er að taka ykkur á morgunæfingar. Það er bara svo leiðis. Takk fyrir þetta og gangið vel.